Steinprentuð andlitsmynd hans því nær í öllum fremri heimilum á Íslandi. En hans andlega mynd óafmáanlega grafin í hverju íslensku hjarta. Og minning hans og nafn mun lifa í ástsælli frægð svo lengi sem Íslands heiti til á þjóðanna vörum. Þannig segir Jón Ólafsson ritstjóri frá andláti Jóns forseta árið 1879 í blaði sínu Skuld. Séra Matthías Jochumsson ritstjóri Þjóðólfs lýkur frásögn sinni andlát og útför Jóns Sigurðssonar með þessum orðum. Grát þú, fósturjörð, þinn mikla son, en vert þú vonglöð, þú ólst hann sjálf og áttir. Lýðveldisárið 1944 lýsir Vilhjálmur Þ. Gíslason útvarpsstjóri ímynd Jóns Sigurðssonar meðal þjóðarinnar svo. Jón Sigurðsson hefur í rauninni verið tekinn í helgramanna tölu á Íslandi. Hann sómi þess, sverð og skjöldur. Og allir Íslendingar eru börn hans, svo að nefnd séu 2 algengustu vígorðin hann. Sannleikurinn sá að Jón Sigurðsson lifir alveg sérstöku lífi í meðvitund landsfólksins. Hann lifir þar eins og gömul þjóðsaga, eins og endurminning sólarlag sem við sáum fyrir mörgum árum. Þekkingin á Jóni Sigurðssyni hefur verið fremur lítil. Næstum engir hafa fram að þessu lesið rit hans. Jónas Hallgrímsson lesinn, Hallgrímur Pétursson sunginn, Snorra Sturluson þekkja ýmsir. Samt ekki að jafnaði minnst afmæla þeirra eða ártíða. En á afmælistegi Jóns Sigurðssonar, sem að vísu sumardagur, þjóðhátíð. Nokkru fyrir 1860 báðu franskir menn leyfi til að reisa fiskvinnslustöð við Dýrafjörð. Jón Sigurðsson var hlynntur þessari málaleitan Frakka, enda var hann jafnan fús til þess að grípa þau tækifæri sem gáfust, til að opna Ísland fyrir erlendum viðskiptum og fjárfestingum. Í þessu tilviki var hann sérstaklega áfram að Íslendingar lærðu af Frökkum að byggja fiskvinnsluver og lærðu að verka fisk eins og þeir. En til að styggja ekki stuðningsmenn sína, lét hann málið ekki til sín taka opinberlega, enda logaði landið í eldheitum umræðum beiðni Frakka. Bændur fyrir vestan og í öðrum sveitum létu sitt ekki eftir liggja, heldur fordæmdu þeir ásælni Frakka á fundum og töldu sumir að menningu og sjálfsforræði þjóðarinnar stafaði bráður háski af fyrirhugaðri fiskvinnslustöð. Leyfið var ekki veitt. Björn Þorsteinsson sagnfræðingur rekur þessa sögu í bók sinni 10 þorskastríð. Hann greinir réttilega frá andstöðu bænda við ósk Frakka og telur Jón forseta hafa verið í hópi þeirra sem veittu Frökkum harða andspyrnu og hælir honum óbeint fyrir staðfestu. En Björn fer mannavillt. Hann ruglast á Jóni Sigurðssyni alþingismanni og hreppstjóra í Tandraseli og Jóni forseta og egnar hinum síðarnefnda þingræðu hins fyrrnefnda málið, svo sem ljóst af alþingistíðindum frá þessum tíma. Þessi villa gengur aftur í nokkrum bókum frá síðustu árum. Hún gefur tilefni til að spurt sé hvaða skoðanir hafði Jón Sigurðsson á erlendum viðskiptum og erlendri fjárfestingu.
Jón Sigurðsson lifði og hrærðist í heimi frjálslyndra menntamanna í Kaupmannahöfn. Allar götur frá námsárum sínum á 4. áratug 19. aldar til æviloka og tileinkaði sér hugmyndir þeirra og hugsunarhátt. Uppörfun heimsborgarinnar ásamt upplægi hans sjálfs gerði hann að frjálslyndum og víðsýnum umbótamanni, einkum í efnahags- og menntamálum. Mesta áherslu lagði hann á nauðsyn frjálsra viðskipta milli Íslands og annarra landa og einnig innan lands í stað verslunar einokunar Dana. Fríverslun var í huga hans forsenda endurreisnar Íslands og endurheimtar íslensks sjálfstæðis frá Dönum. Boðskapur Jóns forseta á brýnt erindi við Íslendinga enn þann dag í dag. Hann heimtaði alfrjálsa verslun og engar refjar. Hann gerði enga fyrirvara og engar undantekningar. Þegar verslaninn var frjáls í fornöld, þá var landið í mestum blóma. Verslunarfrelsið ætti að vera sem mest. Meðan nokkrir annmarkar eru slíkir eftir sem vanir að fylgja verslunar ánauð, þá eru þeir hver sig hinn sterkasta ástæða frelsisins sem reynst hefur að öllum vonum. Ísland á hægast með að fá nauðsynjar þær sem það þarfnast með því að leyfa öllum sem það geta að færa sér þær. Atvinnuvegir landsins dafna svo best að verslanin sé sem frjálsust og með þeim hætti einum geta kaupstæðir komist á fót svo í lagi fari. Allt ásigkomulag Íslands mælir þess vegna með verslunarfrelsi. Jóni var því ljóst að fríverslun var ekki aðeins tæki til að bæta lífskjör þjóðarinnar, heldur einnig til að efla þéttbýlið. Vilhjálmur Þ. Gíslason segir í ritgerð sinni frá 1944. Jón Sigurðsson er einhver fyrsti sjálfráður fulltrúi sjálfstæðrar bæjarmenningar í íslensku þjóðlífi, en mannkynssagan sýnir að menningin og útbreiðsla hennar hefur mest byggst á bæjum og borgum, þó að þær hafi hins vegar oft sótt mannval sitt í sveitirnar. Jón Sigurðsson er sá fyrsti sem leggur kröftuga áherslu á gildi og á framtíð Reykjavíkur. Áður var það algengast í þjóðernisbaráttunni að líta með fyrirlitningu á þær bæjarbyrjanir sem til voru og að vísu illa danskar. Jafnvel Skúli Fógeti, sjálfur höfundur Reykjavíkur, bjó ekki sjálfur í bænum, heldur var hann stórbóndi í sveit við bæinn. Jóni Sigurðssyni var einnig ljóst samhengið á milli viðskiptafrelsis, menntunar og menningar. Ekkert land í veröldinni er sjálfu sér einhlítt, þó heimska mannanna hafi ætlað að koma sér svo við að það mætti verða. Þegar nú verslaninn er frjáls, þá leitar hver þjóð með það sem hún hefur aflögu, þangað sem hún getur fengið að sem hún girnist. Sú þjóð sem fært er, loðir við veröldina, ef svo má að orði kveða, á einum þætti og ljósi menntunarinnar lýsir henni frá einni hlið. Þetta hnekkir framförumennar á margan hátt og gjörir hana ókunnuga veröldinni og einþykka og hleypidómasama. Hvaða skoðun ætli Jón Sigurðsson hefði haft á hugsanlegri inngöngu Íslands í Evrópusambandið á okkar dögum? Það er ekkert hægt að fullyrða, því að Jón forseti stóð ekki frammi fyrir þeim vanda á sinni tíð. Við vitum að hann var eindreginn viðskiptafrelsissinni. Við vitum einnig að evrópskir viðskiptafrelsissinnar okkar daga eru næstum allir hlynntir aðild landa sinna að Evrópusambandinu, því að höfuðmarkmið sambandsins er einmitt að glæða viðskipti og bæta lífskjör fólksins í álfunni með því móti. Fleira hangir þó á spýtunni, þar á meðal hættan sem sumir telja að smáríkjum sé búin í allsherjarbandalagi með miklu fjölmennari þjóðum. Þeir sem hika eða eru beinlínis andvígir aðild orða þessa hugsun stundum svo að stórþjóðirnar muni svelgja hinar smærri. Þú heldur að einhver svelgi okkur. Látum þá alla svelgi okkur í þeim skilningi að þeir eigi við okkur kaup og viðskipti. Frelsið er ekki því að lifa einn sér og eiga ekki viðskipti við neinn.
Frelsið kemur að vísu mest fram manni sjálfum, en ekkert frelsi sem snertir mannfélagið kemur fram nema í viðskiptum og þau eru því nauðsynleg til frelsis. Jón Sigurðsson lýsir andstæðingum viðskiptafrelsis svo að Fáir leggi sér niður við að hugsa ítarlega mál þetta, þó það sé eitt af velferðamálum landsins og skoði þess vegna eitt og annað sem minnst vert og láti það villa sér sjónir á hinu meira. Sumir þekki ekki sögu landsins og tortryggja allar þær ályktanir sem þaðan eru teknar og af dæmum áþekkra landa. Og sumir eru hræddir við allar breytingar og halda fast við málsháttin að skjaldan fari betur þá breytt en gæti ekki hins að sami saur vestur og að mörgu hefur verið breytt til batnaðar bæði á Íslandi og annar staðar. Landsmenn þurfa ekki að óttast verslunarfrelsi. Þó þeir gæti varla flutt neitt af vöru sinni burt sjálfir fyrst sinn, því verslunarfrelsið bægir þeim alls ekki frá að færa sig upp á skaftið og taka smám saman meiri og meiri þátt í verslun landsins, ef þeir gæta sín og hirða velferð sína og framför. Verslunarfrelsið verður þeim miklu framar til uppkvatningar og léttis eins og það hefur orðið annar staðar. Viðskiptamálin voru ekkert aukamál á dagskrá Jóns forseta. Heldur voru þau mál málanna í huga hans ásamt skólamálum, en þau voru þá einnig í ólestri. Málflutningur Jóns Sigurðssonar fór eins og þungur þytur landið. 12 árum eftir að ritgerð Jóns verslun á Íslandi birtist, eða 1855, féllust Íslendingar á að taka upp fríverslun út á við, með því að afnema aldalanga verslunareinokun Dana. Eigi að síður urðu forfeðrum okkar á alvarleg mistök að því leyti að ekki var hróflað við ýmsum þrúgandi hömlum á innlend viðskipti, verðlags- og launamyndun, hreyfanleika vinnuafls á milli staða og iðnþróun almennt. Jón Sigurðsson eyddi öllum fullorðins árum sínum í Kaupmannahöfn þar sem hann bjó við óviss kjör. Hann var handritasafnari og fræðimaður fyrst og fremst. Hann vann að athugunum á gömlum íslenskum handritum og útgáfu þeirra í Árnasafni í nærfellt 45 ár. Það var aðal starf hans. Hann var embættislaus en fékk starfsstyrki. Í nokkur ár var hann skjalavörður í þjónustu danska ríkisins. Hann mun hafa hreyft þeirri hugmynd við fáeina vini sína og samstarfsmenn að Íslendingar ættu að skipa verslunarfulltrúa í Kaupmannahöfn að fengnu viðskiptafrelsi árið 1855 til að gæta hagsmuna Íslands í höfn. Og hver hefði þá verið betur til þess fallinn að gegna því starfi en hann sem átti mestan þátt við því að frelsi fékkst. Enginn fékkst þó til að flytja tillögu þetta á Alþingi, svo að ekkert varð af þessu. Jón Sigurðsson sótti tvisvar starfa á Íslandi. Fyrst sótti hann yfirkennarastöðu við Lærðaskólann þegar skólinn var fluttur frá Bessastöðum til Reykjavíkur árið 1846. En annar maður, doktor Hallgrímur Skeving, var tekinn fram yfir Jón. Aldarfjórðungi síðar, árið 1872, sótti Jón rektorsembættið við Lærðaskólann, eftir fráfall Jens Sigurðssonar rektors, bróður Jóns. Jón trúði Tryggva Gunnarssyni, síðar bankastjóra og alþingismanni fyrir því, að hann þyrfti á starfinu að halda fjárhagsins vegna. En tæki hann því, þá væri lokað munninum á honum, því að hann yrði þá að hætta að rita þau mál sem væru yfirboðurum hans andstæð.
Þegar umsókn Jóns hafði ekki hlotið afgreiðslu eftir 1,5 árs bið, dró hann hana tilbaka. Mér hefur oft sárnað hvernig Íslendingum fórst við Jón Sigurðsson, sagði Tryggvi Gunnarsson síðar af öðru tilefni. Tryggvi hafði eftir andlát Jóns samband við Brynjólf Bergslén og falaðist eftir líkneski af Jóni Sigurðssyni í fullri líkamsstærð. Fjárskildi aflað með samskotum. Bergslén var þá orðinn vel þekktur listamaður Norðurlönd af líkneskinu af Karli Jóhanni konungi, sem stóð þá og stendur enn framan við konungshöllina í Oslo og var Íslendingum kunnur af brjóstmyndinni af Jóni í Alþingishúsinu. Bergslén féllst á þetta, kvaðst sammála Tryggva að helst ætti að reisa styttu af Jóni á torgi en ekki skjöld á gröf hans og sendi Tryggva teikningar. Var þá stofnuð nefnd þar sem Tryggvi átti sæti ásamt öðrum. Nefndin ákvað gegn vilja Tryggva að reisa ekki styttu af Jóni á torgi, heldur láta legstein duga fyrst sinn. Hið eina sem frá Bergslén kom var því lítill skjöldur á legstein Jóns í kirkjugarðinum í Reykjavík. Það var svo ekki fyrr en 1910 að Einar Jónsson, sem var þá ungur og óþekktur myndhöggvari í Kaupmannahöfn, var fenginn til að gera líkneski af Jóni Sigurðssyni. Stytta Einars ásamt mynd hans af brauðryðjandanum á stöplinum var afhjúpuð fyrir framan stjórnarráðið á aldarafmæli Jóns 1911. Hún var síðan flutt á Austurvöll 1931, þar sem hún hefur staðið síðan. Jón Sigurðsson átti mikinn þátt í endurreisn Alþingis sem ráðgjafarþings árið 1845 eftir langt hlé. Frá 1845 til dauðadags var hann kjörinn til þingsetu fyrir Ísafjarðarsýslu, ávallt með öllum greiddum atkvæðum nema í fyrsta og síðasta skiptið. Í fyrsta skiptið sem hann bauð sig fram fékk hann 50 atkvæði af 52, allir kusu hann nema sóknarprestur og sýslumaður. Hann var lengst forseti þingsins og hélt því færri ræður í þinginu en ella. Framlag Jóns forseta ekki bundið við stjórnmálastarf hans, heldur munaði ef til vill ekki minna leiðsögn hans og framfara hvöt, sem birtist í fjölda greina hans verslunarmál, skólamál, sögu, lög og stjórnmál. Ný félagsrit sem hann ritstýrði sjálfur 3 áratuga skeið og birti margar greinar sínar í, seldust þó ekki vel. Upplagið var 400 seld eintök. Tryggvi Gunnarsson segir í endurminningum sínum: Eigi var nú áhugi landsmanna að kynna sér stjórnréttindamál meiri en þetta. Ritgerðir Jóns í nýjum félagsritum voru þó helsta uppspretta orðstýrs hans og áhrifa með þjóðinni. Séra Arnljótur Ólafsson hefur yfirleitt verið talinn vera fyrsti íslenski hagfræðingurinn, sem höfundur fyrsta hagfræðiritsins á íslensku. Auðfræði hans kom út í Kaupmannahöfn árið 1880. Arnljótur Ólafsson hafði lagt stund á hagfræði við Hafnarháskóla án þess að ljúka prófi í þeirri grein. Sé hún tekin gild skilgreiningin á bakvið þá viðteknu skoðun að séra Arnljótur hafi verið fyrsti íslenski hagfræðingurinn, sem höfundur fyrsta hagfræðiritsins á íslensku. Þá virðist heldur nær að telja Jón Sigurðsson forseta hafa verið fyrstan. Hann lauk að vísu ekki prófi í hagfræði í Höfn frekar en Arnljótur, né heldur í nokkurri annarri grein, en hann stundaði nám í hagfræði og stjórnvísindum, auk sögu og málfræði við Hafnarháskóla. Árið 1843, næstum 40 árum áður en auðfræði séra Arnljóts kom út, birti Jón Sigurðsson ritgerð sína verslun á Íslandi í nýjum félagsritum.
Þar færir Jón gild rök að kostum frjálsra millilandaviðskipta með fjölbreyttum blæbrigðum. Ritgerðin ber vitni staðgóða þekkingu hans á hagfræði og sögu síns tíma. Þessi höfuðritgerð Jóns var ekki eina ritsmíð hans hagfræði. Heldur birti hann einnig til dæmis Litla fiskibók 1859, Litla varningsbók handa bændum og búmönnum á Íslandi 1861 og aðra langa ritgerð verslun og verslunarsamtök í nýjum félagsritum árið 1872, auk fjölmargra annarra ritgerða og greina. Dönum var vel kunnugt hagfræði þekkingu Jóns Sigurðssonar af skrifum hans í dönsk blöð. Það kom til tals árið 1855 að hann yrði skipaður hagstofustjóri í Danmörku, en af því varð þó ekki. Ísland ef til vill eina land heimsins, þar sem faðir lands og lýðveldis var jafnframt fyrsti hagfræðingurinn. Þessari hlið sjálfstæðishetjunnar hefur þó lítt verið haldið til haga í Íslands sögu þeirri sem kennd hefur verið í skólum landsins æ síðan. Þjóðernissinnan og þjóðfrelsishetjuna eru höfð hástemd orð í námsefni handa börnum og unglingum, en alþjóðasinnan og hagfrelsishetjuna lítið sem ekkert sagt. Þess vegna mun flestum núlifandi Íslendingum ókunnugt afstöðu Jóns Sigurðssonar til efnahagsmála og frjálsra viðskipta. Hefðu þeir vita betur, óvíst hvort tekist hefði til dæmis að leggja bann við innflutningi landbúnaðarafurða skömmu eftir 1930. Bannið stendur enn að miklu leyti í reynd, þrátt fyrir nýlegt GATT-samkomulag. Jón forseti sótti styrk og stuðning til bænda, en hann skildi nauðsyn þess að nota frjálsari viðskipti til að efla bæina sem voru að verða til og vaxa upp við sjávarsíðuna. Hann beitti sér sjaldan í þeim málum þar sem skoðanir hans stönguðust á við viðtekið álit Íslendinga, en þó lagðist hann gegn stuðningsmönnum sínum í fjárkláðamálinu, þegar hann mælti með lækningu eins og danska stjórnin í staði niðurskurðar nokkru fyrir 1860. Hylli hans meðal Íslendinga dvínaði verulega tíma. Hann kom ekki til Íslands í 6 ár samfleytt eftir þetta, árin 1859 til 1865. Honum var ekki boðið til hátíðarinnar á Þingvöllum á 1000 ára afmæli Íslandsbyggðar árið 1874, undir því yfirskini að hann væri embættislaus. Kannski vegna þess að hann sótti styrk og stuðning til bænda, tók Jón Sigurðsson aldrei afstöðu gegn vistarbandinu, sem var þó eins konar ígildi þrælahalds. Vistarbandið batt vinnumenni við einstaka bændur og jarðir, svo að vinnumönnum var ófrjálst að leita sér að annarri, betur launaðri vinnu við sjávarsíðuna, þar sem bæirnir voru að vaxa úr grasi. Vistarbandið var ekki numið úr lögum fyrr en eftir árið 1890, en þó voru ýmsar hömlur áframlagðar á flutninga vinnufólks úr sveitum að sjó, til dæmis ef það var skuldugt, og á þróun þéttbýlis yfirleitt. Enn eimdi eftir af þessum hömlum miðja þessa öld. Jón Sigurðsson var eigi að síður einarður þjóðfélagsgagnrýnandi. Til að bæja annmörkunum þarf að halda þeim alltaf skarpt fram og sýna hvað skaðlegir þeir séu í alla átt. Með því næstum síðir það sem maður vill, en þögnin heldur öllu í status quo, og status quo, vitum við, afturför. Af þessum orðum Jóns öllum og öðrum skrefum má ráða hverjum augum hann liti nú, málflutning þeirra sem hafa staðið í vegi fyrir frjálsum og heilbrigðum markaðsbúskap á Íslandi á þessari öld, vekti hann yfir þeim. Enda segir Jón í ritgerð sinni verslun á Íslandi. Og ekkert hryggilegra umhugsunarefni fyrir þann sem nokkuð hugsar fósturjörð sína, en að sjá hvert tækifæri þannig sleppa fyrir eintóma handvömm þeirra sem ráðin hafa.
Vilhjálmur Þ. Gíslason segir í ritgerð sinni frá 1944. Þó að Jón Sigurðsson væri ágætur Íslendingur, þá tilheyrði hann alla starfsævi sína sérstakri tegund af Íslendingum. Hann var hafnar-Íslendingur. Það mótaði afstöðu hans á ýmsan hátt. Það hefur mótað í honum hugsunarhátt borgarans og hann var á margan hátt mjög sérkennilegur borgari í daglegu lífi og breytni, þó að hann væri mjög frjálshuga maður í mörgum skoðunum og í nýrri tísku. Hann var til dæmis skartmaður og veisluglaður og ræðinn. Hann hafði gaman af góðum mat og góðum vindlum, gaman af því að segja og heyra sögur náungan. Þá lét hann óspart fjúka það sem honum bjó í brjósti. Jón Sigurðsson eyddi miklum tíma í að sinna ýmislegu kvabbi landa sinna. Hann var fyrirgreiðslu stjórnmálamaður á eigin kostnað. Starfsvettvangur hans spannaði vítt svið, fræðastörf og stjórnmál. Þótt ritgerðir hans lyftri við og við af snilld, eru bréf hans hversdagslega efni og orðfæri. Í þeim brýnir hann samherja sinna til dáða með látlausum fortölum. Hann segir sjaldan frá sjálfum sér eða frá lífinu í Kaupmannahöfn, sem var heimsborgum hans daga ekki síður en nú. Ætla má að vinum Jóns og samherjum á Íslandi hefði mörgum þótt fengur í frásögnum hans til dæmis af menningarlífi Dana. En það fátt eða ekkert að finna í bréfum Jóns. Ekki lék honum heldur hugur og ferðalögum til annarra landa, þótt hann væri læs á ensku, þýsku og frönsku, auk Norðurlandamálanna. Hann fór sjaldan frá Kaupmannahöfn, en fór þó til Svíþjóðar og kom við nokkrum sinnum í Noregi og Skotlandi og einu sinni í Kíl á ferðum sínum til þings í Reykjavík annað hvert sumar. Aldrei þáði hann heimboð aldavinar síns Konráðs Maurer, prófessors í München. Og þegar hann væri í Reykjavík, gerði hann sér ekki tíðförult landið, hvorki í kjördæmi sitt fyrir vestan, né í önnur héröð, en hann fór þó allvíða landið vegna kláðamálsins 1859. Jón Sigurðsson var mannkostamaður að dómi allra þeirra sem hann hafa fjallað. Var hann skemmtilegur? Það ekki mikið vitað, annað en það að einkabréf hans eru engin skemmtilesning, þótt þar bregði sumstaðar fyrir leftarandi setningum sem sína að hann kunni að hafa verið hnyttinn í viðræðum. Hann virðist þó hafa verið alvörumaður fyrst og fremst, en engin fjörkálfur. Hann kom öðrum sjaldan á óvart, utan einu sinni. Sigurður Nordal prófessor segir svo frá. Tvær merkiskonur, frú Ágústa Svendsen og Louise, dóttir hennar, sem seinna giftist Birni Jensinni, bróður sinni Jóns, voru viðstattar minningarathöfnina í Garnisonskirkju 13. desember 1879, eins og allir aðrir Íslendingar í Kaupmannahöfn. Þær sögðu svo frá að í kirkjuna hefði komið kona, ein síns liðs í hærra lagi, tígulegi framgöngu, sorgarbúin og með svo þétta svarta slæðu að andlitsdrættir urðu ekki greindir. Hún tók sér sæti framarlega í kirkjunni og þegar athöfnin byrjaði, setti að henni óviðráðanlegan ekka. Engin Íslendingana bar kennsl á hana. Jón Sigurðsson naut sína daga almennrar viðurkenningar og virðingar sem helsti foringi Íslendinga í sjálfstæðisbaráttunni gegn Dönum, þótt fullur sigur innist ekki í þeirri baráttu fyrir en löngu eftir hans dag. Í innanlandsmálum var forystu hans og hugmyndum og hinbógin hafnað í hverju málinu á eftir öðru. Sverrir Jakobsson sagnfræðingur lýsir þessu svo. Aðeins á sviði verslunarfrelsis var almennur stuðningur í landinu við stefnu Jóns, en hann náði raunar aðeins til verslunar við útlönd. Ekki þarf að minnast á vinnulöggjöfina
eða ábúðarlöggjöfina. Þar reyndi Jón ekki einu sinni að berjast fyrir þeim frjálslyndu sjónarmiðum sem hann hlaut þó að aðhyllast. Í innanlandsmálum var hann nær ávallt í minnihluta og þar sem sjónarmið hans nutu mikil stuðnings, til dæmis stofnun búnaðarskóla, lögðust féleysi og almenn vanmáttarkennd á eitt til að tefja allar framfarir. Engin áhugi var á þeim kerfisbreytingum sem voru nauðsynleg forsenda þeirra þróunar sem Jón Sigurðsson æsti. Hálfri öld eftir hans dag ákvað Alþingi að draga aftur úr viðskiptafrelsinu sem enginn hafði átt meiri þátt í að koma á en Jón Sigurðsson og reyra utanríkisviðskiptin og efnahagslífið á ný í viðjarmið stýringar hafta og skömmtunar. Nú fór nýtt haftaskeið í hönd og stóð óslitið fram til ársins 1960. Ekki hefur þó enn tekist að leysa landið til fulls úr þeim fjötrum.